þakka fyrir að fá tækifæri til að koma í dag og tala þetta. Ég veit að við verðum ekstra flott í skíðabrekkunum í vetur þegar við verðum áttun að æfa okkur hérna upp í háskóla hvernig við eigum að fara í brekkurnar. En bara frábær erindi sem eru búin að vera og rosalega gaman að vera en nú kannski ætla ég að fara í svolítið mýkri vísindi heldur en þeir eru búin að vera að heyra í hérna morgun og tala þetta með áföllin í vinnunni. Og ég vona að þið getið svolítið yfirfært í raun og veru þetta sem kemur hérna fram yfir á bara ykkar eigin vinnustað. Því þó að ég hafi verið að rannsaka þetta með ljósmæðra þá eru þetta flestar heilbrigðisstéttir sem upplifað ákveðin áföll og álag í sinni vinnu. Ég var búin að vera í doktorsverkefninu mínu að fókusera á sársauka út frá sjónarhóli kvenna, væntingum þeirra, upplifunum og hvað það væri sem að myndi spá fyrir upplifun þeirra sársaukanum. Þannig ég bara ákvað að fara í eitthvað annað núna. Þannig að það var svona ástæðan fyrir því að ég gerði það. Og samstarfsaðilar mínir voru Elín Björg Gunnarsdóttir, Elísabet Tryggva og Eydís Hens. Og það unnur sem sagt hluta á rannsókninni með mér og við erum svona að birta sem sagt greinar upp úr þessu. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á það að það í kringum 10–40% heilbrigðisstarfsfólk sem að lenda í alvarlegum atvikum og upplifa sálræn og líkamleg áhrif í kjölfarið. Og við erum svolítið alin upp við það að bara harka af okkur og svona vera ekki að kvarta og halda áfram. En það eru svona fjölmargar rannsóknir sem hafa verið að birtast núna undanfarin ár, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, sem eru þannig að skoða þetta meira og hvað áhrif þetta hefur. Því að við viljum ju öll vera upp á okkar besta þegar við erum að sinna okkar skjólstæðingum. Við verðum að vera. Það eru margvíslega sálfélagslegar afleiðingar sem að koma fram og afleiðingar sem eru bara svipaðar áfallastreitur sem að kannski vel þekkt fyrir þau. Þannig að þetta ekki það að þú sofir ekki eina nótt, heldur getur þetta verið haft mjög alvarlegar afleiðingar og haft miklar afleiðingar bæði fyrir þig sem starfsmann og þig sem persónu í þínu persónulega lífi. Og þetta meðal annars þessi einkenni, það áfallkennd þreyta, svefntruflanir, reiði, kvíði, sektarkennd, minni starfsánægja, tillíkur og félur og það endurupplifa jafnvel afkvöðuna og síðan þættir eins og bara hægt að blóðþrýstingur líka sem hægt að mæla svona konflikt. Það einu sinni verið skoðuð hér á landi líðan ljósmæðra í kjölfar axlaklemmu og það var Björg Sigurðardóttir sem að gerði í meistarverkefni sínu sem sagt rannsókn á ljósmæðrum sem að hafði og getur kynnt ykkur það ef að við viljum. En kannski þetta svolítið ímyndin hvernig ljósmæður eru. Það alltaf brosandi og það alltaf svo gaman í vinnunni og gengur allt svo vel og börnin svo dásamleg og foreldrarnir svo frábærir og allt þetta. En þetta auðvitað ekki alltaf svona og við vitum það sem að vinnum í þessu umhverfi. En þetta svona svolítið þessi ímynd, þetta sé alltaf svo rosalega frábært og svo létt og gaman. En við þurfum líka að skoða hvað erfitt við okkar starf, hvort sem að fara í hvað heilbrigðisstétt sem við erum. En þetta var markmið rannsóknarinnar, það var bara að skoða í raun og veru reynslu ljósmæðra af alvarlegum atvikum í fæðingum með tilliti til þess hvaða áhrif það hafa á líðan þeirra og störfum. Og ég studdist við fyrirbærafræðilega nálgun og sú nálgun yfirleitt notuð og mjög oft notuð þegar verið að reyna að kafa og skilja betur þessa reynslu. Ég ekki að kanna hversu algengt þetta eða mæla hvað áhrif það breytur veru sem hafa áhrif á þetta. Þetta ég bara að reyna að skilja þetta betur. Og fleiri eru farnir að leggja áherslu áður en þú ert að nota spurningalista og taka stór úrtök til þess að skoða svona, að þá sé í raun og veru að nota einhvers konar svona aðferð áður en þú byrjar að þróa spurningalista forsendum. Þannig maður stökkva ekki bara á stað og ákveði hvaða þættir það eru sem skiptir máli, heldur byrjar maður að tala við þá sem maður er að fara að rannsaka og spyrja þá hvernig reynslan er og þrói svo spurningalistunum frá því. Og það einmitt það sem ég ætla að segja ykkur aðeins frá í restinni. Þetta var tilgangsúrtak sem að samanstóða 15 ljósmæðrum og sumar þeirra sem unnið hér á SAK en annars var þetta á 4 fæðingarstöðum á landinu. Og skilyrði var bara það að þær teldu sig hafa upplifað alvarlegt atvik í fæðingu og síðan notaði ég aðferð Kolasi til þess að greina gögnum og hún í raun og veru fælst í þessum 7 þrepum hvernig maður fer í gegnum texta í hverju einu viðtali til þess að finna ákveðin þemu
og býr svo til fyrirbærilega lýsingu til þess að lýsa sem sagt niðurstöðu. Ljósmæðurnar voru allir 33 til 65 ára, starfsaldur þeirra var frá 1 ári upp í 39 ár og ég miðaði við að það var allavega liðnar 6 vikur frá atvikinu og svo sem að hafi upplifað sem sagt atvik, það var 25 ár liðin síðan hún upplifði atvikið og síðan hafði hún upplifað annað atvik sem sagt mánuði fyrir þetta viðtal. Og hún var í raun og veru meira að tala atvikið sem að gerðist fyrir 25 ára. Það satt meira í henni og hún sagði, þetta eins og, ég get rifjað þetta upp eins og þetta hefði gerst í gær. Það hefði svo mikið áhrif á henni. Og almennt maður haldi að maður sé búin að gleyma sér fyrir 25 ára. Atvikin sem voru greint frá var axlarkramma, naflastrengsfall, gangfall, akut keisari, leghvarsembolia, alvarlega blæðingu eftir fæðingu, grafikafli hjá barni, endurlíkun hjá börnum og hjá konu í fæðingu og öll áttu atvikin það sameiginlegt að ógna lífi móður og eða barns á einhvern hátt. 4 af börnunum dóu eftir fæðingu eða fæddust andvana eftir að konan hafi verið í fæðingu innan fæðingu. Þannig að þetta voru allt svona alvarleg atvik sem að ógnuðu lífi móður eða barns á einhvern hátt. Og þegar ég var búin að fara í gegnum þessi sem sagt tref, kólasi, þá eiginlega komst ég að því að þetta voru 4, svona 1 megin þema og svo 4 þemur sem að voru. Og það sem skein í gegn var það að þetta var erfið lífsreynsla en sem sagt þó var margt sem gat hjálpa. Og ég ætla að fara aðeins í gegnum sem sagt þemum og sýna ykkur í raun og veru orð sem að ljósmæðurnar sögðu til þess að lýsa þessu. Og ég vona að þið fáið tilfinningu fyrir því að þetta sé svona einhvers konar kjarni í þeirra lýsingu sem þetta er þeirra uppnum. Ég er með klukkuna hana, alveg að reyna að passa mig. Ok, ég passa mig að reyna að tala aðeins að hrættir þess að ég ná þessu nú. En þetta voru sem sagt aðeins. Og ég ætla að byrja á því að lýsa fyrir ykkur þessu þeman sem að ég nefndi Jarðarskóg bjargræðisvatni. Og þetta er það sem að þeir að rifja upp þegar atvikið í raun og veru á sér stað. Það er að hugsa. Þeir viðmælendur lýstu þessu svona. Þú getur verið með pulsu bara 200 en þú verður samt alltaf að vera rólegur. Ekki panik ástand. Það máttu aldrei gera, alveg sama hvort einhver sé að deyja í höndunum á þér. Þú verður að vera rólegur. Þannig að þær lýstu því á meðan að atvikið stóð, þá náðu þær að vera rólegar, vinna hratt og í teimi með öðrum og það eina sem komst að var það að reyna að bjarga barninu eða konunni. Hugsunin var bara ég ætla að bjarga þessu barni og ekkert annað kemst að á meðan á þessu stendur. Og það voru mjög margar lýsingar sem lýstu því hvernig það í raun og veru þær ná að róa sig til þess að þetta hafi fórnað. Og það er örugglega eitthvað sem að flest ykkar geta svona hugsað að við getum allir aðstæðum. Þú farið einmitt í þennan fasa að bara gera allt sem þarf að gera til þess að bjarga hlutum. En svo situr þetta bara í sálinni. Eftir að fólk komi heim, eftir að vaktin er búin, fer þetta bera það. Og þarna voru greint 5 undirþema, alveg búin á því. Næstu vaktir voru erfiðar, þeirra frá líður og áhrif á einkalíf og getur samt verið styrkjandi að komast í gegnum. Maður gerði bara allt sem hægt var, en eftir á maður bara alveg mörgum manni, bæði líkamlega og andlega. Og ég er alveg viss einhver kannast við þetta. Meðan á akúta ástandinu stendur, þá bara fer fólk á sjálfstýringana og svo kemur það heim og gjörsamlega búið þetta. Og þá ekki bara við andlega heldur líkamlega líka. Eftir að ég kom heim var ég algjörlega búin á því. Ég hafði bara enga orku. Ég bara hundaði, en auðvitað átti ég ekki að fara að mæta þetta eftir svona. Og þetta leiðir okkur í fleiri þemur. Næstu vaktir voru erfiðar. Og þarna lýsir ein ljósmóðir hvernig hún punktaði þegar hún hélt áfram í vinnunni eftir að atvikið átti sér stað. Og fæðingarlæknirinn var svo dásamlegur að lána öxl til þess að gráta við. Ég get alveg sé Alexandri. Hann hefur örugglega fengið ljósmóður á vaktirnar á axlirnar okkar en hún svona oftar en tvisvar.
Og stundum þetta bara þannig að þeir gera sér grein fyrir því að þær geta bara alls ekki verið hágrátandi vinnu. Þær sinna engum vel í svoleiðis ástandi. Og kannski eitthvað við að hugsa fleiri það. Hvenær erum við ófær að sinna vinnun okkar vel vegna þess að við erum í svona ástand eftir ástand sem hefur gerst. Og fleiri tilvitnanir, manni líður virkilega illa og mætir svo í vinnun og bara hrættur. Maður bara virkilega hrættur. Og þetta kom mjög sterkt fram hjá mörgum þeirra að þær breyttust. Þær fóru í vinnuna, þær vörkuðu að sér, en margar þeirra fóru hrættur allt í einu sem þær hefði ekki upplifað. Og stundum var líðunin þannig að þær bara gátu einfaldlega ekki mætt í vinnunni vegna vanlíðunar. Þetta fer heldur ekki hjá mörgum þeirra sem að kannski hafa ekki fengið nógan stuðning eða verið tilbúnar til að vinna úr svona atvikum. Og þessi setning fannst mér mjög sláandi. Ég heyri enn hljóðin mín. Ég vakna við það. Ég vaknaði það í marga daga og eftir. Og þið getur ímyndað ykkur hvað manneskju sem líður svona, hvað hún góður heilbrigðisstarfsmaður að mæta vinnunni sinni. En fyrstu dagarnir og fyrstu vikurnar eftir þetta, þá maður bara rosalega brotinn. Og það svo sem breytist eftir þótt maður eldist. Eða bæti við reynslu. Þetta bara svona áfram. En kannski maður ennþá meðvitaður þetta hvað ábyrgðin mikil þegar maður eldist. Sumir myndu að halda. Þetta kannski fyrsta árið sem maður að vinna sem heilbrigðisstarfsmaður. Þá maður viðkvæmari fyrir svona. Maður kann ekki taka á svona. En þetta var mjög reynd ljósmóðir sem hafði unnið sem ljósmóðir í áratugi og upplifa fullt af alvarlegum allt. En sumir þeirra sitja endalaust í fólk. Þetta hafði líka áhrif á einkalíf. Það var ekki bara vinnan hér og einkalífi hér. En það svolítið athugavert hvað þetta hvílir lengi á mér. Einhverjum árum seinna þá kemur þessi læknir sem hafði útskýrt rita fyrir foreldrana inn á vaktinu og gerir, jæja, nú verið að taka þetta mál upp aftur. Nú þau örugglega að fara að kæra mig. Ég var bara að fara til útlanda og þessi setning var algjörlega til þess að eyðileggja. Þannig að auðvitað tengist þetta allt saman. Þriðja þema var, ég bara búin að missa það? Og það var þessi efi. Gerði ég rétt? Gerði ég allt sem ég hefði geta gert? Var teymið að virka eins og það á að gera þegar svona alvarlega atvik koma? Eða ég bara ekki alveg með þetta lengur? Þessi öryggistilfinning, hún var brotin á eftir. Það að vita að maður getur gert þér í því sem kemur upp í vinnunni. Maður kvíðinn fyrir því að fá næstu fæðingar, samt sem áður maður verður að taka þetta. Önnur segir, ég fór heim á mánudegi af vaktinu og kom ekki í vinnunni. Á þriðjudegi fyrr en eftir hádegi. Svo fór ég í vinnunni einn dag og svo ekki daginn eftir. Og svo kom það að því sem hjálplegt og ekki hjálplegt. Og það var kannski það sem að mér langaði kannski að eyða pínu tíma í. En nú ég smátt nefnilega. Þetta voru þessi hjálplegu þættir sem að ljósmæðurnar töluðu. Það allt endaði vel. Það bætti lífinu yfirleitt, ekki alltaf. Samræður, faðmlög, umhyggja frá vinnufélögunum, umhyggja frá fjölskyldu og vinum, að vera í sambandi við foreldrana eftir fæðingu og þetta kom mjög sterkt fram. Það að geta sinnt foreldrunum áfram eftir fæðinguna skipti þau ofsalega miklu máli og gaf þeim rosalega miklu. Og síðan var þetta meðferð hjá sálfræðingi, geðlæknum og viðtökutestum sem að þær týndu til sem eitthvað sem að þær hefðu nýtt sér. Annarkvort verið boðið að fyrra bragði en allt og sjálfan. Og það var það sem að var í raun og veru það sem að þær sögðu að hefði vantað upp á. Það var það að tækju við eitthvað skipulagt kerfi þegar alvarleg atvik eftir þessu stað. Það væri ekki nóg að kæmi bara, þú hefur samband ef það eitthvað. Eða ef við líður illa þá láttu mig vita. Það var ekki nóg. Heldur ætti að byrja strax eitthvað kerfi sem væri bara í öllum tilfellum þar sem að væri alvarlegt atvik til þess að grípa í rauninni. Því að margar þeirra voru búin að líða alveg hræðilega í mjög langan tíma, kýma sig áfram í vinnu án þess að vera færa í rauninni til
til þess áður en þær fóru svo og hittu sálfræðinga eða geðhjúkrunarfræðinga eða geðlækna eða flest. Hérna ein tilvitnun frá konu frá ljósmóðum. Hún lýsir því hvernig hún hafi verið buguð yfir þessu. Og jafnvel þó allt fari vel og þær hafi staðið sig vel og vinnufélagar þeirra hafi tappað endalaust á baki, þá eru það sumar með þessar tilfinningar. Í raun og veru hafi þeir ekki staðið sig vel. Makinn er líka mikilvægur og einmitt legg áherslu á þetta að þú getur ekki sagt allt heima. Þú getur ekki brotið trúnað. Þannig að jafnvel þó að líðanin sé slæm, þá getur ekki trúað makanum fyrir hvernig þið líður. Þú getur bara sagt þetta var erfitt í vinnunni eða eitthvað svona. Og líka bara makinn kannski skilur ekki nákvæmlega í hvað sporum þú var, heldur þetta vinnufélagarnir og það er mikil ábyrgð sett á vinnufélagana að vera sálusorgarar. Þess vegna er svo mikilvægt að vísa því til fagaðila. Og síðan er það sem var ekki þetta. Það var það að þurfa að halda aftur áfram á vaktinni, jafnvel eftir alvarlega atvikið hafi átt sér stað, takast á við það, taka við nýjum konum í fæðingu og koma sem sagt inn á fæðingarstofuna aftur, rétt eftir að svona alvarlega atvik hafi átt sér stað. Þurfa að mæta strax aftur á vinnunni á vaktina, jafnvel daginn eftir, jafnvel næturvakt, kvöldið eftir að þetta sem sagt gerist. Það að foreldrarnir vildu ekki hitta ljósmóður og beindu reiði sinna henni. Það reyndist þeim alveg rosalega á. Og síðan kom það stundum fyrir að það var samstarfsfólkið sem að sagði særandi hluti eða jafnvel kom með ásökandi athugasemdir. Það var ekki til að bæta líðaninni. Fjölmiðlaumfjöllun eða ótti við fjölmiðlaumfjöllun var líka eitthvað sem að reyndist þeim mjög þungbært og lögsóknir eða yfirvofandi lögsóknir. Og þegar við erum að tala yfirvofandi lögsóknir, það er það í mörg ár. Og ef þú ert alltaf með það hérna einhvers staðar á eftir, það er ekki góð líf. Síðan, seinustu mínúturnar langar mér að segja ykkur aðeins frá því að ég var með meistaranemar sem útskrifaðist núna seinasta vor, ljósmóður sem heitir Dóttir Ólafsdóttir. Hún gerði rannsókn á því af hverju ljósmóður hætta að vinna við fæðingar eftir svona alvarlega. Það er í raun og veru framhald af minni rannsókn. Ég var svona undirbúin þess að þegar hún kom til mín og spurði hvort ég ætti ekki eitthvað skemmtilegt til þess að rannsaka. Og þetta er kannski ekki skemmtilegt en þetta er áhugavert. Og þetta var í raun og veru það sem þær segðu að hafi í raun og veru kannski orðið svolítið til þess að þær hættu að vinna við fæðingar. Þær völdu það, þrýstu sér ekki áfram eða kærðu sig að vera útsettar fyrir svona álagi aftur. Það var það ekki tíma til að jafna sig. Það að hlutirnir voru jafnvel ekki rættir. Þær upplifðu stundum aðrar ljósmóður forðust að ræða atvikið. Þær upplifðu sig ekki lengur að vera hluti af ljósmóðarsamfélaginu sem það hefur tekið. Og það sem sagt særði þær í sjálfsögðu. Og síðan þetta, það var ekkert skipulagt ferli sem tók við þessa skriðu. Þetta var tilviljunarkennt ferli, hvað tók við þegar að atvikið átti sér stað og þær upplifðu sig þetta einu á bát eins og það er ekki bara að reddast. Og mér fannst þetta svona miklu innlítið í okkur öll, bæði þá sem er að stjórna á deildunum og okkur sjálf sem heilbrigðisstarfsfólk. Það er mikilvægt að bregðast við þegar svona alvarleg atvik verða í vinnunni og vera opin fyrir því hvað áhrif það hefur á heilsu og líðan fólksins. Mér langar aðeins að nefna að í báðum þessum rannsóknum það kom fram ummæli frá ljósmæðrunum að þeim fyndist stundum vera of mikil ábyrgð sett á samstarf. Að samstarfsfólk eigi bara að sjá það að maður fái að tala út, að maður fái stuðning, að maður fái hjálp til þess að halda áfram og þeim fannst það vera ósanngjarnt á vinnuveitendum að setja í raun og veru þá ábyrgð á aðra á deildum. Ég er að byrja á næstu rannsókn sem er tengt þessu. Ég er í evrópsku samstarfsneti sem Evrópubandalagið styrkir og fengum meina 90 milljónir núna til þess að vinna næstu 4 ár að ýmsu sem tengist trámatengt fæðingum út frá konum, börnum, pöbbum, ljósmæðrum, læknum og fleiri. Og við erum að mynda svona vinnuhópa. Við erum 60 heilbrigðisstarfsmenn
ljósmæður, læknar, hjúkrunarfræðingar, barnalæknar, svæfingalæknar, sálfræðingar, heimspekingar og fleiri í þessum hópum. Og sem sagt það þýskur læknir sem ég hef verið í samstarfi við sem hannaði í sínu doktorsnámi spurningalista til þess að kanna hvaða áhrif alvarleg atvik hefur á heilbrigðisstarfsfólk. Og gagnasöfnunin sem að ljúka og þið heyri vonandi meira þessu. Takk. Við erum ekki hér á sjúkrahúsinu, en það ekkert formlegt verklag í kringum það. Þetta rétt skilja mig, það stuðningsteymi og það bent fólki á þetta formlegt. En ekki skriflegt? Nei, ekki skriflegt. Nei. Ok. Ég vona að það verði í framtíðinni að verði skriflegt. Já. Já, og verði bara svona gæða skjöl eins og svo margarna. Þannig að ég held að þetta sé alveg rosalega mikið. Algjörlega. Eitthvað svona sem hefur ekkert mátt tala mikið af því við eigum bara öll að hætta okkur og standa okkur til. En ég held að sé alveg ástæða til þess að gera. Það er bara þannig að virkilega áhugaverð. Þetta gaman að fylgjast með.